Já, kæru hlustendur. Þátturinn er alveg að byrja. Alveg að byrja. Fyrst ætlum við að byrja ykkur að staldra við, opna tækin og ef þú ert í Spotify, fara pingjan, gefa okkur follow eða review. Review, jável. Það eru stuðið fyrir það. En aðalmálið er ít á follow, þá fáið alltaf tilkynningar nýjasta þátt og sömulegis inn á Apple Podcast líka. Já. Og það er bara að fara þarna í stjórnborðið og follow. Já, takk. Við biðjum ekki meir. Nei, takk. Já, takk. Góðan dag. Ég hringdi í... Góðan dag. Glens og grín, það er mitt fag. Nei, ég hringdi í Völund vinn minn síðustu viku. Já, hvað er Völundur? Hvað er hann? Já. Hann er á bókun. Ok. Og hann tók þetta sem ég var búin að gleyma sem ég. Sætlitti hvernig? Já. Hefur heyrt það? Já. Sætlitti hvernig? Ég hef heyrt þessu bræða fyrir. Já, og það reyna að segja þetta á sömu sekund. Sætlitti hvernig? En annars, góðan daginn kæru pingju hálsar. Það er enn einn ásendingaþátturinn runnin upp hérna. Já. Og ég vil meina það séu komnar svona nýjar kjöraðstæður til að hlusta á þáttinn. Já, það er búið að góðu þurrkur. Já, það eru þessar kjöraðstæður sem við tölum í första skafinu sko. Já. Á þriðjudögum núna, ásendingaþáttinum, þá erum við þriðjudagstilboð á Dominos. Já. Og þú veist, ég held að það sé bara hið fullkomna ástand til að hlusta á þáttinn. Já. Panta sér þriðjudagstilboð, pepperoni, rómast og kjúkling jável. Já, og þetta er svolítið, þú þarf þá að geyma hann yfir allan daginn að hlusta. Já, einmitt. Svo ferði ekki Dominos gýrin. Takk um kvöldið. Já. Já, eða bara í hádeginu. Jável á mótnana ef þú ert alveg svingrófið eða grófur sko. Og ég er svo sem ekkert verið að skúpa því, en ég og Ási frá Dominos erum að vinna saman í pubquizi. Nú? Já, við höfum verið að ræða það. Dominos pubquiz, eða? Já, og bara hérna til að skúpa. Já. Og skal ég spyrja hérna spurningu úr pubquizinu. Hvað er á Hawaiian pizzu? Hawaiian, er það ekki bara skinka og annars? Sósa og ostur, rétt. Þú hefði fengið 2 af 4 stigum. Og ég verð með fleiri spurningar í næstu viku. Maður náttúrulega tekur þetta aldrei fram, sko. Nei. Það er sósa og ostur, auðvitað. Það er möst. En hvað segirðu, eitthvað nýtt í þessu? Nei, það er... Farin að svona komast niður á jörðina eftir þessa austurferðina? Já, það er reyndar. Ég skal viðurkenna það. Þú varst í Maníu þarna fyrir austan. Já, svo kom ég suður og áttaði mig á því. Þegar ég var búinn að fara í klippingu, að þá var ég komin aftur. Því að maður var þarna í mánu bara eins og einhver umrenningur. Ég var í sláttugallanum. Þú ferð dálítið títt í klippingar. Þú ert alveg 2-3 vegna fresti. Já, ég vex eins og hestur, sko. Þetta púffar út og... Ég er náttúrulega að missa hárið þannig. Já. Þetta vex hægt hjá mér. Já, ég myndi taka hægan vöxt fram yfir hraðan í þessu. Já. Nei, ég veit það ekki. En já, hvað segirðu? Nei, ég veit ekki. Hvað varst það að fara að segja? Nei, ég maður ekki. Nei. En það er allavega rosalegu þáttur framöndan. Ég held að það sé óhætt að segja. Gæti verið sá besti hingað til. Já, gæti orðið sá besti hingað til og við munum fylgja því eftir í föstaskafinu. Og já, það verður, ef að segja það nú, nei, við skulum segja bara í lok þáttar. Það er staðfest, allavega að ég best veit. Sko, það er margt staðfest á blaði, held ég. En það verður gestur. Já, það verður gestur. Við segjum það kannski í lok þáttar hver það verður. Já, ég er búinn að staðfesta tíma. Já. En hvort að þau sá tími en þessi dagum muni standast. Já. Það er ekki okkar höndum lengur. Nei, það verður bara komið í ljós. En góður gestur. Yes, sir. Herðu, svo er nú kannski rétt að minnast á Jómfrúna. Já. Nýjan og diggan samstarfsaðila. Og það er náttúrulega engin venjulegu veitingastæður eins og við höfum nefnt hérna áður. Nei. Og sko þessi staður, maður hefur nú heyrt í fleygt fram að Ísland hafi verið bara sett á hausinn á Jómfrúnni fyrir hrun, en líka byggt þaðan upp að nýju. Já, það er góð lína. Ég hef ekki heyrt þetta. Þetta er svo mikill suðupottur viðskipta og stjórnmála, það er skrítið að, þú veist, akkur hefur aldrei verið en Jómfrúar ríkisstjórn, eitthvað þannig? Nei. Þú hefur aldrei heyrt það? Nei. Og ekki erum við að fara að skýra þetta jómfrúabólgu, það er þið jómfrúarhjöðunum. Ég segi það sko. En jómfrúin, smurbrauð og allur pakkin, og eins og ég segi, bara með jólahlaðborinn í Guðanabænum farið að panta það bara fljótlega. Já. Það er alveg komin tíma á það.
Svo ætla ég að segja eitt, henda þér út á örkina og segja við hlustendur, ekki vera gikkur eins og Arnar, farði í síldaplattan. Já, sko, þú leggur ekki síld inn fyrir þína varir. Ég er samt mikill smurbröðs maður, sko. En sko, síldin svona, já en inni. Já, ég segi bara, hólka sér á síldaplattan, takk. Ég vil fá myndir. Já, ég segi það. En heyri, þáttur dagsins, hann er búinn að sitja svona á hakanum í smá tíma. Við verðum að fá mikið óskum í gegnum gáttin okkar á Deep into Pingjan. Já. Þar sem fólk vil fá bílaumbúðin. Og þetta er auðvitað eitthvað sem við eigum eftir að skoða. Við höfum ekki verið mikið í þessum geira. En það þarf að skoða þvert á markaðinn. Það verður, þú veist. Það var líka komin tíma á þetta. Önnur spurning, nú ertu að tala um bílaumbúðið. Já. Og svo eru bílasölur, bílaverkstæðir, bílaleigur, bla bla. Þetta er svolítið flókið. Já. En besta leiðin til að skilja þetta veistu hvað munurinn á Samurai og Ninja? Nei, hvað er með það? Já, þú veist, segðu mér bara tölum í kring. Já, ég veit að Samurain er, þú veist, Ninja er vafinn í svona einhverju dóti, skilurðu? Já. Bara hulinn. Já. Samurai er svona meira hermaður einhvern veginn. Já, og þú ert að koma þessu þarna. Bílaumbúðin eru svolítið eins og Samurain. Og því að Samuraiarnir unna alltaf fyrir krúnuna. En ninjurnar eru svona leiguverktakar bara í þá hæsta aursins. Og það eru svolítið bílasalat. Skilurðu? Já, ég skilji. Þannig að það hafa margir verið að spyrja hver er munurinn á bílaumbúði, bílasölu. Og það er gott að hugsa hver er munurinn á Samuraia og Ninja. Já, algjörlega. Takk fyrir þessa útskýringu og ég held að margir séu mikið næri núna. Já. En við erum semst að taka fyrir Samuraia. Já. Eitt hans stærsta. Eitt hans stærsta og við eiginlega bara ákvæðum að fylgja dálítið hjartanu þarna og völdum bara svona það bílaumbúð sem okkur þykir öruggast. Já, og það er að sjálfsögðu Brynborg. Já. Öruggan stað til að vera á. Já, ég var ekki að kveikja. Okay. Nei, þarna koma. Þau eru þarna með umboð fyrir öllum fjandanum af þessum bíltegundum. Það er Volvo, Ford, Mazda, Citroën, Peugeot, Opel og Polestar. Og eru bara nokkuð stóri í þessu bransa ef ekki stærst, sko. Já. Og þú veist, er það ekki? Voru þau ekki svona, kannski ekki langsalega stærst, en svona með þína samantækt á... Stærst í bransanum? Já, svona, hvað var það tekjur? Þau eru ekki stærst, en þau eru næst stærst. Nú, eftir... BL. Nei. Jú, BL með 25 hjarta. Já, það er svoleiðis. Brynborg 22,9. Já, ok. Þá var ég bara að skoða, ok. Askja er 19. Já, þannig að þið sjáu það, þetta er eitt sá stærsti en... Og sko Brynborg, BL, Askja, Tesla, þetta er allt Samuraiar. Þú ert ekki með neina Ninja þetta? Ekki á þessu sviði, sko. Við líkar ekki sérstaklega vel við Ninjur. Nei. Nei, það eru bara að vinna fyrir aurinn. Það eru bara mercenaries. Er það ekki bara leiguliðar? Jú, ég er búinn að vera að díla við einn núna bara í vikunni, sko. Já, mér líst ekkert á þetta. Nei. Við eina Ninja. Já. Láttu Ninjurnar í frið. Þú vilt vera með Samurai því að hann er að vinna fyrir krónuna og hámarka þau verðmæti. Segðu það. Nú, herðu, Brynborg, bifreiða umboð. Það er stofnað 1977. Já. Og þá hef ég það sölu á, sölu og dreifingu á Daihatsu bifreiðum frá Japan. Og nú fór ég svona í gamni mínu að fletta upp þessum Daihatsu bifreiðum á netinu. Já. Bara frá þessum tíma, 77. Og ég er ekki frá því að þetta séu svona frekar kunnulegi bílar bara frá gömlum myndum og sem maður hefur rekist á frá þessum árum. Já. Ég veit ekki hvort að þú sett búin að kíkja á þetta, sko, en þetta eru þessir klassísku, þú veist, ég held að allir kannistu þessa bíla. Já, ég held ég að við eyðilagt einn Daihatsu Charit sumari 2007-08 cirka. Allavega, var það svona gamall eða? Já, einhverja eldgamall, sko. Til gammalsmál sem geta, sko, Daihatsu var tekið yfir af Toyota árið 2016. Ég veit samt ekki hvort að framleiðslu var eitthvað haldið áfram eða bara lagt niður. Maður hefur ekki séð mikið að Daihatsu. Nei, mjög lítið, en svo er ég með smá pistil, eða smá brot og grein við hann Egil sem er starfandi framkvæmdastjóri. Jóhann J. Jóhannsson, aðalegandi og stofnandi Brynborgar, hóf innflutning á Daihatsu bifreiðum árið 1977. Fyrsta árið seldum við um 60 bíla, segir Egil. Við vorum fyrstir í Evrópu til að selja Daihatsu. Árið 1978 seldum við svo 90 bíla og árið seinna rúmlega tífaldaði salan þegar við seldum 917 bíla. Akkurat.
og skýringin á því orkukreppan síðari. Já, en hinn skýringin að hann, Egill, ég veit hvað vann einhverja sparakssturskeppni á Daihatsu Charity. Það alvöru publicity, sko. Já, og þetta seinna held ég oil-embargoið eða sem að þessi orkukreppa kemur. Það greinlega bara hólkuðu sér allir á Charity. Þetta þótti sem sagt sparneitasti bílinn á þeim tíma. Sem sagt Egill greinilega hefur bara gert vel þarna á kúplingunni og gírslönginu og hann hefur kunnað til verka. Ég er ekki mikill bílakall, ég veit ekki vannþekking mín í þessum þætti verður algjör. Já, ég verð undirgefinn, sko. Ég kann að keyra bíl og það just about it, sko. Já, sammála því. En varst þú með eitthvað fleira? Já, sko, ég ætla að segja, það sko, svo það ekki fyrir spólum aðeins framar og það ekki fyrir 99 sem þau flytja yfir í húsnæði á Bílsjóða 6, þar sem þau eru núna til húsa, bara, enn þann daginn dag. Þetta árbæðingar. Já, þetta glæsilegt húsnæði sem að svona flestir ætti að þekkja. Eitt öruggasta húsnæði landsins, má segja. Getur verið. En sko, elsti ársreiningur sem ég kemst í frá árinu 2003 og þar sé ég undir varlegu rekstrarfjármunum að þau eiga fasteignir fyrir tæpan 1,3 miljard þá. Því ég er nokkuð vissum að þau hafi bara keypt slotið, sko. Þið eru 8.000 fermetrar og þegar að menn eru búin að vera að kaupa svoleiðis atvinnuhúsnæði, þá þetta löngu hægt að vera bara einhver leikur á tölum, sko. Þetta þú veist, þetta fjandars business, sko. Þau eiga þetta. It's a goddamn business. Allavega, herðu, þá skulum við bara spóla fram til ársins 2021 og já, við erum með 2021 ársreining í húsinu, gott fólk. Ég held að tíð okkar sem sko þegnar í þessu lífi. Nei, ég held að tíð okkar sem yfirfarendur 2020 ársreininga sé lokið, sko. Já, það kemur ekki til greina, sko. Já, ég held að allt verði 2021 tíðan í frá. Já. En herðu, fyrirtæki sjálft, Brynborg EHF stofnað sama ár og rekstur hefst 1977. Og eitthvað hefur eignarhaldið breyst svona í gegnum tíðina, en í dag fyrirtæki stærstri eigu stofnandans Jóhanns J. Jóhannssonar sem orðinn 84 ára gamall, takk fyrir. Akkurat. Fæddur 1938. Hann á 33,1% og sonur hans Egill Jóhannsson sem var tekið viðtal við sem ég las brot upp úr áðan. Akkurat. Hann kemur næstu með 26,8% og hann eins og ég segi starfandi framkvæmdastjóri í dag. Svo það Arnór Jósefsson sem heldur 16%, en sko, ég kann því miður engin frekari deili á þeim eflaust ágæta manni. Við komumst kannski að því síðar í vikunni. Já, það aldrei að vita. Hvort það sé fjölskyldu meðlumur eður ei, en veit það ekki. Svo kemur Margrét Egilsdóttir sem að öllum líkindum kona Jóhanns stofnanda. Allavega samkvæmt fréttagreinur sem ég las. Það kemur... Hvað það eru? Kona? Kona Egils? Nei, Jóhanns. Nei, kona Jóhanns. Já, akkurat. Móðir Egils. Já, móðir Egils. En það kemur þó vissulega líka til greina að hún sé dóttir Egils framkvæmdastjóra og þá erum við náttúrulega komin í þriðju kynslóðina. Það ekki ólíklegt? Og bæði við og hlustendur vitum að það stórhættuleg kynslóð í business. Já. En það já, þú veist, mér finnst það harla ólíklegt út í að ég veit til þess að ég sá einhverja grein að konan hans Jóhanns heitir Margrét. Já. Það ekki? Jú. Margrét Egils. Já. Herðu, til að renni við restina af hluthöfunum, þá það Margrét Rut með 8,2% og Anita Ósk með 1,9% hlut og báðar eru þær Jóhanns dætur. Þannig að þetta eru þarna 3 börn hans Jóhanns sem að fara með eignarhald. En svo ég með stór merkileg tíðindi. Það hann Hjálmar Örn. Já. Podcast kollegi okkar og grínisti. Já. Hann einmitt sonur Jóhanns stofnanda. Já. Og það lítur út fyrir að hann hafi ekki komist á hluthafalistan ennþá. En þau eru þarna 3 börnin fyrir. Og mér skilst að Hjálmar sé eina barnið hans Jóhann sem ekki skráður á hluthafalistan. Já, það. Stemmir það ekki það? Ég samkvæmt mínum. Já. En og það kannski allt í lagi, hendum þessu bara í kosmosin núna. Við erum sem sagt búinir að bóka Hjálmar á 5. daginn. Já. Hann ætlar að renna yfir þennan bransa með okkur. Já, sko, það sem hann ætlar að segja okkur tengist Brynborg kannski ekki neitt. Hann ætlar að opna sig líf bílasala. Já. Og við erum að fara að fá skúp. Já, ég held að það sé ekki algengt að fá bílasala í viðtöl, sko, fá þá til að opna sig. Nei, og hann fyrirverandi bílasali og hann vil láta allt flakka. Hann þekki hvert krók og kima þarna, sko. Ég held það. Herðu, nú, sko, fyrirtækið, þetta náttúrulega gamalt og rótgróið og, sko, ómögulegt að fara, að ætla að fara að rekja sögun eitthvað langt aftur á þessum hálftíma sem ég hef hérna. Þannig að ég ætla að taka svona bara þennan nýjasta ársreining fyrir, 2021. Og sjá hvað hann hefur að geyma. Það aldrei að vita þó nema ég kom með einhverja tölur frá fyrir árum.
En áður en ég hef yfirferð, þá verð ég að fá að minnast á annan nýjan, funnheitan samstarfsaðila. Erum með okkur í föstudagsskafinu líka og þetta að sjálfsögðu Landsbankinn. Já. Þau eru með Hagsjána sem fréttabréf sem kemur út nokkur sinnum í viku og bara allt sem að gerast í efnahagslífinu og sko, já, þú veist, ég sverða, þau láta ekkert fram hjá sig fara í þessum þjóðarsmálum, sko. Nei. Þetta eru alveg, sko, topp professional greiningar fyrir svona gagnaperra eins og mig, þá þetta bara lífsgæði. Ég líka, ég er svolítið að lofa upp í erminn á mér hérna. Já. En ég búinn að senda þeim post og biðja yfirferð á bílamarkaði. Já, það svo leiðis. Ég vil fá upplýsingar bílasölu og fleira. Já, það væri toppurinn, sko. Ég nefnilega, sko, ræktin á mótnana, það er ein ninja með mér í klefanum. Bílasali. Á notuðu bílunum. Það verður kannski að gera þeim mikið greið að kalla á ninjur, sko. En hann er ninja. Og hann var nefnilega að segja mig það, sko, það er ekki eftirspurnin sem er vandamál í dag. Það er algjör framboðsskortur á þessum markaði. Það er bara að vanta bíla. Og ég er búinn að senda á Unnu í bankanum og fá smá greining á þessu. Já, ég veit ekki, það er svona stingur í stúfdóldi það sem þú ert að segja núna við þær upplýsingar sem ég hef af bílamarkaði. Að segja deyja eftirspurnin, að segja detta niður eftirspurnin. Nei, hún er í blúsandi, að þú veist, framboðið er ekkert. Já, við erum að segja það sama. Þú snurur því ekki við? Nei, ég er að segja eftirspurnin er óbreytt. Já, einmitt. En það er bara framboðsskortur. Já, algjörlega. En allavega Landsbankinn, þau eru með póstlistana, það er Hagsjáin og svo er vikubyrjun líka, mæli með því, heilsugar. Já. En við þökkum þeim kærlega fyrir þetta. Nú að ársreikningnum, þá byrjum við auðvitað á rekstrarreikning. Má ég segja svolítið, áður en þú byrjar? Já, hvað er með það? Þú ert svolítið svona eins og rabarbarinn núna. Nú? Svolítið súr. Ok. Og ég ætla að koma með sigurinn. Ok. Við erum að búa til sultu, kallið mér. Það er haust. Hvað er með það? Þú nefnilega, sko, við erum greinilega búin að vera með sama research með Daihatsu innflutningin. Já. En það sem fylgdi ekki var, sprengju árið þarna 3. árið, þeir keyptu óseldan lager af 700 Daihatsu frá Hollandi. Já. 3. árið, sko. Já, eftir að vinna sparrakskeppnina. Annað, Jóhann, þetta er maður sem kom í bæinn með gjörsamlega ekki neitt milli handana. Ok, hvaðan er hann? Hann er af Þórshöfn á Langanesi. Já, takk fyrir. Og það er ekki fjölmennu bær. Ég nefnilega, sko, ég er með never heard before sögu úr Árbanum. Já. Sjálfur var ég Ártúnsmaður, en þekki þarna aðeins til í Selásnum. Já. Og fekk það frá einu nágranna, búin að vera í Selásnum lengi, rétt eins og Jóhann, að sagan segir að gamli, þegar hann náði Daihatsu-umbúðinu, aldrei komið í kosmósi aður. Hann var bara að senda bréf á 1.000.000 út í heim og búin að vera að æfa undirskriftina. Hann skrifaði undirskriftina 1000-2000 sinnum til að ná henni góðri. Og þessum tíma, þetta er náttúrulega fyrir tíma tölvupóstins og fleira. Hann var bara ákveðinn í að sækja umboð og fara í eigin rekstur. Á góðri undirskrift. Já, er að senda bréf út um allt. Daihatsu voru þeir sem svöruðu. Þannig kom þetta til. Segir sagan. Þetta er alveg djús. Og hann var búinn að reyna fyrir sig með barnahúsgögn og fleira sem hann hafi fengið umboð fyrir. Nei, ég menn í dag, þú veist, þú ert bara að senda tölvupóst út í heim og svo ertu bara búinn að panta þetta. Óttar í tösti og kó. Þetta var svakalegt hark á þessum árum. Þetta var alveg hark, sko. Ég veit reyndar. Svo líka, þú veist, gat liðið bara mánuður að þú fengið svar eða meira, sko. Ég veit reyndar að Óttar og Emil í Skruf svona nútíma dæmi yfir Jóhann, svona hugsjónamenn sem hló bara mun öskur hlæja. Þeir hafa svolítið verið að vinna með undirskriftin í tölvupósti. Og þú veist, það er best regards, kindly. Þessi staðlaði. Emil vinnur með yours truly, sem er svona triggering. Óttar, þegar hann sótti Skrufumbúðið, þá skrifaði hann with best regards. Og það eru margir sem skrifa best regards, sumir with best regards. Ég segi alltaf bara bestu kveður. En á þessum tíma, og ekki mikið að senda út í heimrindar, þá var Jóhann búinn að mastera bara að nafni liti vel út. Hann fekk Daihatsu og þannig byrjaði það. Algjörlega. Þannig að þú veist, það er greinlegt að þetta er maður sem ættaði eigin rekstur. Og já. Já, ég myndi segja kúdós á hann. Algjört. Kannski ég kom inn á 2 aðrar pósta. Bara smá meiri sigur. Ok. Við erum búið til góða sultu. Þessi þáttu verður besta sultan. Hvað er með það? Ég ætla að hrósa þeim fyrir sömmarið fremst. Já, herðu. Þú kemur kannski meira inn á. Skýrsla stjórnar. Skýrsla stjórnar. Þetta er betra heldur en
hjá mörgum fyrirtækjum á markað í dag. Já, alveg klálega, og ef þið viljið fá, þú veist, bara upplýsingar yfir bara bílabransan og bara bílamarkaðin, þú veist, þá getið þið skoða þessa yfirlitsskýrslu, sko. Heyrðu, það nú bara það sem kallast pestelgreiningarna, sko. Þeir að greina pólitískar ástæður, efnahægin, eða þú veist, það liggur við að nefni að ríkisstjórnin vinnveitti innflutningi á bílum maður sér ekki mikið af þessu. Nei, þeir byrja að taka ítræðastur, komin á verðbólguna 2021 og svo farið inn í fyrirtæki. Og eitt þarna, við komum inn á eftir, þú tekur kannski yfir hérna, þeir fara yfir það, þeir eru búin að gera breytingar í byrðastýringu fyrirtækisins og hagkvæmni sölunar. Og ég kíkja á ROS, Allian Metric á eftir til að sjá hvort að þetta sé return on sales. Við þurfum að ROS. Já, kíkja á þetta. Svo líklega stefni í annað þáttaraðin fasteigninar í kringum hennar bransa. En ég með skúp sem ég heyrði frá ungum dreng sem var að vinna í þessum bransa sem sagði mér að eigendurnir eiga öll bílaplön. Hefur einhvern tíma spáð í þegar þú ferð? Já, einmitt. Þau þurfa náttúrulega að hafa bílaplönun undir bílana sína. Gæti þurft að góða aðhaldi að heyra núna að henda þessu fram, já, að halda. Ég hef heyrt því hent fram að sko bílasölunar að leigja bílaplönin af þriðja aðila sem á bílaplönin. Já. Svona eitthvað real estate play. Já, ég skil þig. En svo fann ég hérna lokum fundagerð úr stjórn Volvo Klúbbs Íslands. Þar sem að Jóhann og Einar eru varamenn. Bara fyrir, þú veist, það eru fólk að hlusta sem á Volvo og er áhuga. Já, það svona coming in hot, eða var það allavega. Já, þessi XC 60 og 90. En þar kom fram, sem þetta er gömul fundagerð, að Brynborg gaf grænt ljós á sýningu eftir 7. júní. Þau sögðu að júní henta ekki nógu vel og júlí sé erfiður. En þetta er reyndar eldgömul fundagerð, þannig að þá er ég bara tæmtur. Þá vitum við það. Já. Takk fyrir þetta. Já. Herðu, þá skulum við demba okkur í rekstrarreikning. Og það eru tekjurnar. Byrjum á þeim. Já. Þetta með bílaplanið. Fólk má bara chippa inn og segja okkur ef þetta er satt eða ekki. Ég hef heyrt þetta, ég er ekki að segja neitt og ég veit ekkert hvort að Brynborg segja ekki. En þetta væri þetta sniðugt. Já, þetta er náttúrulega bráðsniðugt. Ef þú ert að leigja út steipuna sem að bílarnir að liggja á. Bráðsniðugt. Herðu, það var metvelta hjá Brynborg í ár. Það eru rekstrartekjur upp á 22,8 milljarða. Takk fyrir. Og þetta er svona held ég bara með þeim hærri veltutölum sem við höfum verið að taka fyrir í þáttum hjá okkur. Já, gott ef ekki, sko. Til samanburðar er þetta miljard krónum hærri velta en hjá Costco í Íslandi. Já. Og já, þeir hafa nú dálítið verið í deglunni í þessari viku. Núna sem við erum að taka upp. Egill framkvæmdastjóri allavega ekki á sömu launum og forstjóri Costco. Ekki nema 25 milljónir fyrir framkvæmdastjóra Costco á Íslandi á mánuði. En já, kannski fun fact, við reiknum það upp að árslaunin hans eru hærri heldur en sko meðlima innkoma, eða svo veist, kortin sem þeir selja fyrir til meðlima. Áskriftarkortin. Þið gerið eitthvað við þær upplýsingar? Ég hef alltaf skilið þetta þannig, ég er náttúrulega meðlum með Costco. Já. Að áskriftargjald sé laun framkvæmdastjórans. Það var minn skilningur þá upp af því. Ég skil ekki hvað fólk er að eitthvað árangurstengt. Já. En heyri, en já, Brynborg, þið sjáu það, þetta er sæmilegt veldi. Mér finnst það réttast að taka það fram að sko, Brynborg er ekki einungis bara að selja bifreiðar, heldur þau eru líka í sölu á varahlutum, þjónustu, hjólbörðum og akkurat. Svo eru þau með bílalegu og allan fjandann, svo það er kannski ekki alveg hægt að áætla öll salan komi af ökutækjum, sko. En 22,8 milljarðar, bara stórkostlegt, en svo er líka alveg stórmerkilegt að benda það að veltan er að aukast tæpa 7 milljarðar milli ára, eða 44,1%. Já, þetta er... Og þetta er vissulega óvenjulegt með að við svona rótgróið stórt batteri að sjá þessa gífulu tekjuaukningu milli ára, en þó voru rekstrarárin 2019 og 2020 bara svona frekar slök í sögulegum samanburði. Maður spyr sér svolítið hvað ætli hafi gerst þarna 2020. Já, það er náttúrulega sko, við vitum að það var COVID, við vitum það er stóra COVID-árið, en getur það haft áhrif á bílasölu? Ég meina það koma þarna 2 mánuðir, apríl, júní, sem fólk heldur bara heiminum sé að farast, það fraus allt. Svo þegar að byrja að rúlla eftir það, þá byrja að pikka upp. Já, fólk var bara sem farið að fela peningarna sín í kottaverum, sko, en þú veist, svo kemur í ljós að þetta er bara einhver stærsta eignabóla seinni ára, sko, sem átti sér það. En allavega, þið þekkið orðið rútínuna, þá er það bara kostnaðarverð seldra vara næst og það stendur í 17,5 milljarð og það gefur okkur 30,5% álagningu sem er heldur bara nokkuð sanngjörn álagning, sko. Þú veist, já, hún hefur líka bara verið nokkuð stabíl í kringu 30% síðust ár, pluss mínus 3 eða 4%.
Svo var auðvitað gaman að fá að heyra frá þér hvernig þetta svona heilt yfir í bílabransanum. Á ég að byrja saman álagningar? Er þetta allt í kringu 30% eða viltu taka þetta? Höfum það bara svolítið leikandi. Sko, Brynborg 31%. Já. Sagði mínu, ég hendi hann inn aðra tekjum með, það ekki gera, þú veist, það munar 0,5%. En, þú veist, eins og við tökum B&L, sem að velta 25 miljónum, velta hæstir, 21% álagning. 23% öskju. Tesla, New Kid on the Block, 7,5% álagning. Hæ? Já. Ok, það ekki bara verið að minnka kolefnisfótsporið, það verið að minnka álagninguna líka. Á þokkalega dýrum bíl, á móti sko, þú veist, Tesla að velta 8 miljónum. Það ekki giskað á það, hérna á Íslandi. Nei, ég hef ekki giskað á það, en 7,5, það rosalega lítil margina. Hvernig þeir bullandi tapi bara? Jú, en sko, Tesla náttúrulega með kannski aðeins annar módel heldur en hinnir. Þú pantar hana, borgar eitthvað staðfestingagjald, þú færðu basically upp í pöntun. Þeir eru samúræjar, þeir vinna bara fyrir Emperorinn, Elon Musk, hérna úti í Kaliforníu. Er það ekki með hína? Þeir taka, við ætlum að panta 400 bíla, svo koma eins og selja þeir. Þetta held ég bara svona venjuleg byrðasala, sko. Hitti meira bara eins og hérna, hvað heitir þetta? Hann basically búinn til eftir pöntun. Já, bara sell on demand eitthvað. Já, það auðvitað draumamódel, sko. Já, þannig að þeir komast kannski upp með það. Með samt 7,5 alveg full látt, sko. En má vera að sé kannski verið að smyrja át af því að kostnaðurinn þá bara tekin meira, hagnaðurinn tekin meira út heima við. Já, þú veist, svo það. Maður veit það ekki. Við ætlum ekki að fara að tjá okkur Nei. En þú veist, það selt upp í pöntun, þannig að þið kannski komast upp með lægri álagningu, en það nú ekki eins og bílinn sé eitthvað dýrari, sko. Nei, segðu. En hérna, allavega, Brynborg í kringu 30% og þau virðast þá vera frekar há, 30,5%. Það virðist vera nokkuð hæst af þessu. En eins og ég segi, þau eru náttúrulega með, þú veist, þau eru að selja rosa mikið. Ég veit ekki hvort að B&L sé í öllum þessum. Jú, það nefnilega það sem að gerir, sko, allan samanburð í dag pínubrenglaðan. Að þau eru með allan fjand, þú veist, einhverja eru með bílaleigu og bílasölu og bílaumbóðu náttúrulega. En Tesla pjúra bara bíla og auka Tesla pjúra, sko. Þannig að það getur vel verið að bílar séu bara í kringum 7% álagninguna. Það nefnilega observation að mögulega álagning á bíla 5-10%, segir það bara. Hvað alltaf að búa til betri djús? Heyrðu, förum í alls konar svona stóðþjónustu. Við erum með bílaleigu og aukahluti og verkstæði. Talandi verkstæðin, sko. Þrátt fyrir geggjaða skýrslu stjórnar, þá þetta ekki sunduliðað eins og hjá fyrirtækjum markaði. En við viljum óska eftir því hér og nú. Bara í næsta ársending, bara sundurliði. Spurjum bara Hjálmar. Hjálmar verður bara álitsgjafi. Ég menn, hann ekki hlutafi. Hann getur bara skúpað það. Herðu, þá launin. Sko, laun og launvættend gjöld eru hérna 2,8 milljarðar króna sem eru ekki nema 12,2% af tekjum fyrirtækisins. Og þetta auðvitað, þú veist, ekki neitt sérstaklega stór hluti af veltinu. Í rauninni þetta ár 2021 bara með lægsta hlutfall launa á móti tekjum svona síðustu 7 rekstrarár. Já, það þannig. Já, þannig að hérna síðustu 2 rekstrarár var hlutfall í kringu 16%. En þau gera vel hérna 2021 að halda launakostnaðinu niðri og það þú veist, það ekkert eins og þau séu eitthvað að svindla á starfsfólki með þeim aðgerðum, sko, því að ef launatengd gjöld hérna eru tekin út myndinni og svo deili ég restinni hérna niður á 226 ársverk, það skráð í ársreikningunum, það gera meðalaun upp á 836.000 krónur á mánuði per starfsmann. Já. Sem nú bara svona með því betra sem að við fengið að sjá, held ég. Ég get bara sagt þér að þau eru að toppa skalan í öllu því sem þú nefndi núna. Þau eru með flesta starfsmenn, 226. Já, lægstu hlutfall launa? Nei. Hæsta, 12%. Það eru með hæsta? Hæsta. Já, ok. Og þau eru að borga samt næst hæstu laun. Já, ok. Tesla, þessi nýju djöfull, aðeins að riðla hérna, bara 13 starfsmenn. Já. Og þau eru með 14,7. Laun og launatengd gjöld. Þau eru þá með hæst? Já, þau eru með hæst laun, en þú sér það að þau eru samt bara með laun og launatengd gjöld sem 2% af. Já, ég skilji. Já. Athyglisvert. Já, en þú veist, þetta þetta nýja módel sem að koma inn og svolítið breyta hvernig hlutirnir hafa verið gerðir. Skemmtilegt að fylgjast með því, sko. Líka út af því að Tesla þessi pjúra samúræi. Þeir selja bara fyrir sin eigin keisara. Já, einmitt. Þetta svona hæstarankaðasti samúræi. Já, í rauninni, sko. Fyrirmynda, þetta svona Kyoto. Ofursti. En allan, stórt hrós bara á Brynborg fyrir rausnarlegan launatjekka. En svo þessi metrik sem við höfum verið að skoða, Cox plus laun. Segja kostnaðarverð seldra vara pluss laun deilt með heildartekjum. Já. Og þar fáum við 88,8%.
ef ég skoða 7 rekstrarár aftur í tíman, þá lítur út fyrir að þessi metrik megi bara alls ekki fara yfir svona 90-91% ef þau ætla að skila hagnaði, sko. En árin hérna 2018, 19, 20 var Brynborg að tapa alveg slatta þrátt fyrir jákvæða EBITu og þau ár var samt, sko, þá var Cox Plus laun í kringum 92-4%. Já. Svo það virðist vera svona miðað við þessi gögn að 90+% í þessum metrik sé illviðráðanlegt. Núna í árallana rifið þessi hérna niður í 88,8 og unna vel við. Já, og ég sammála þessu. BL og Askja að sleikja 90%-inn og alveg, þú veist, öll þessi fyrirtæki eru rekið með hagnaði. Nei, kemur ekki Tesla í 95%. En það líka með langlægsta hagnaðarhlutfallið, sko. Já, en þú veist, eins og ég segi, 95% rosa hátt og ég bjóst eiginlega ekki við því lægra með að við þessa framlegð sem við erum með, eða þú veist, 7,5% álagningu. En hvernig, en þú varst að segja á þann að þau voru með 2% af tekjum væri laun, Tesla. Já. Hvað segir þau með 14,eitthvað% á þann? Nei, meðal launakostnaður 14,7 milljónir á haus. Já, 14,7 milljónir, ég skilji, En þú sér það, sko, bara launin hjá þeim eru 192 milljónir. Þannig að þau eru í rauninni lægst, sem sagt. Ef þú horfir á prósentuna, en hæst ef þú horfir á greidd laun, sko. Ég skilji. Þeir eru bara, maður mættur hérna í reglu, í vinnu, svo mætir Tesla og riðlar öllu, sko. Heyrðu, kaffibóllin á að vera hérna. Við ætlum að fara hérna piss í plönturnar og gefa þeim ekki vatn því að við erum hérna svo umhverfisvæn. Og það bara verið að rugla í öllu. En allavegna, svo við höldum áfram með rekstrarreikningin hérna. Ég rak augun í eitt mjög áhugavert sem ég langar hérna að adressa, sem ég nú ekki vanur að gera, en það markaðs- og gæðakostnaður. Já, ég tók eftir þessu. Já, nú getum við sennilega verið sammála að Brynborg hefur gert svona gríðarlega vel bara í sínu markastörfum og slagorð eins og öruggur staður til að vera á bara eitt af þessum markasundrum seinni tíðar á íslensku auglýsingamarkaði. Já, þegar þú segir það. Já, eða þú veist, öruggur staður til að vera á. Þú veist, þetta var mikið sungið bara hérna áður. Ég fór bara sem eitthvað tryggingafélag þegar þú sagðir þetta. Nei, svo auðvitað. Já, öruggan stað til að vera á. Þetta var alrómað hérna. Já. Alumrómað, hvað sem maður segir. En allavega, sko, með þetta, það virðist vera að þessu fann að draga verulega úr útgjöldum í þessum flokki sem að, sko, þú veist, tökum dæmi. Þau voru að leggja út í kringum 400 milljónir árlega í markaðs- og gæðakostnað á árunum 2017, 18 og 19 sem var þá 2% af tekjum félagsins. Svo hefur þetta farið stiglækkandi síðustu ár og situr núna í 0,6% af tekjum eða rúmum 138 milljónum. Svo, þú veist, það áhugavert að velta þessu upp úr því, sko, hvort það sé fylgni á milli tekjusamdráttar og samdráttar í markaðskostnaði. Já. Því að árið 2020 tekjusamdráttur 13,7% og sama ár fyrir auglýsingakostnaði niður í 0,7 af tekjum úr 2% hérna árið áður, sko. Já. Vissulega þetta stóra COVID-árið náttúrulega, en það kannski ómögulegt að vera að fara að álíta að samdráttur í markaðskostnaði hefur verið ástæðan fyrir tekjusamdrætti, en það allavega kenning. Já, það er kenning. En hérna maður nú eftir þessum gömlu góðu case studies úr markaðsfræðinni að mörg fyrirtæki sem koma best úr kreppum eru þau sem að líta á þetta sem fjárfestingu. Í staðinn fyrir að reka markaðsstjóran og skera niður. Þá ætlar að fjárfesta þarna til framtíðar. Þannig að það gæti orðið heitar deilur ef við fengjum markaðsmenn til að ræða þetta. Já. Kannski hendið sín á markaðstjatti? Eða hvað heitir þetta hana? Hvað segir þið? Markaðsnördar. Já, markaðsnördar. Þá að skera niður í kreppu eða bæta í. Svo það EBITan. Hún tæpir 2,1 milljarðar króna og það gerir 9,2% EBITA-framleið og ég held að það sé alveg óvægt að segja að það sé nokkuð svona góð framleið í þessum bransa. Sem að virðist ekki vera með neitt sérstaklega háa álagningu, sko. Nei. Hvernig þetta annars staðar? Tókstu EBITA? Já. Framleiðina? Já, og þetta rétt hjá þér. Þetta bara hæst meðal jafningja. 9,1% fyrir 21. Já. Og þar á eftir kemur Hekla, 7,4%. Það bara 900 kísukúlur á sína 13 milljarða veltu, sko. Þetta bara rétt hjá þér. Hvað Tesla þarna? Teslan í 2,4%. BL? BL 5,3, Askja 6,3. Þannig að Brynborg virðist vera að gera best hér. Já, öruggur staði fyrir EBITu til að vera á. Ég tek heilsugur undir það. Já. Nú, hagnaður. Hreinn hagnaður var hérna 2021 voru 868 milljónir sem er 3,8% hagnaðarhlutfall sem
sem bara held ég stórgóður árangur. Þeir eru hérna, sko, þeir eru einhverjir 1,2 milljarðar sem munar á EBIT-inu og hreinum hagnaði. Þar ber þá helst að nefna sko afskriftir upp á 572 milljónir sem þó að lækka mikið milli ára, voru 656 hérna árið 2020. Líkleg skýring á því að þau selja gríðalegt magn hérna af leigubifreiðum sem að heyra undir bílaleiguna hjá þeim. Og það var sala fyrir rúmar 800 milljónir sem alveg hellingur af bifreiðum sko. Þannig að það verða væntanlega minni afskriftir við hérna, þá sölu. En svo eru þau að greiða hérna vaxtagjöld líka og þau nema rúmum 530 milljón. Bara sko, svo ég útskýri hérna, það eru auðvitað svo dregin frá skattur og þar leiðandi sitja eftir þessar 868 milljónir í hreinan hagnað, sem vel. Já, en þetta einmitt þetta observation, þegar maður hugsa ekki með eitthvað betra orð fyrir observation, ég hata að vera sletta sko. Já, slettu bara. Já, ok, sletti. En hérna, Tesla einmitt bara með afskriftir upp á 19 milljónir af sko 8 milljarðar veltu. Já, en þú veist, en hvað eru eignindar? Eignir upp á 1,3 milljarð. Já, þannig að sko varlegir ekstra fjármunir eru það sem afskrifað. Hvað er það há? Já, þú sér það sko, eignir hjá Brimborg eru 14,7. Já. 1,3 hjá Tesla. Brimborg vantarlega kaupir inn bílana og afskrifa og bla bla. Getur verið að afskriftinni á Tesla séu svona lágar út af því að þeir eru bara... Þeir eru ekki með byrðir bara... Já, þú veist, meðalstaða byrða hjá þeim náttúrulega tiltölulega lág líka, sko. Ég veit ekki, þú veist, maður að fabulera, en hvað útskýrir að þeir séu með svona hrottalega lágar afskriftir, sko? Já, þetta það er áhugaður pæling. Þú þyrftir eiginlega bara að skoða efnahagsreikninginn, skýringarnar bara, koma staði. En... allavega, þetta eru hérna 868 milljónir hreinn hagnaður sem bara mjög gott. Svo, sko, ef við tölum arðgreiðslur, þá komir það dálítið í opna skjöldu hérna. Það hefur verið voðalega lítið það. Já, ekkert verið að pumpa. Nei, hérna árið 2017, þá eru greiddar út tæpar 180 milljónir í arð. Það er ekki að sjá á neinu, sko, af eiginfjáryfirlitum hérna ársreikningana að það hafi gerst fyrir utan það. Allavega síðustu 7 rekstrarár. Ég fór það langt eftir allavega. Sko, í ársreikningi 2021 má finna svona tillögu að greidda verið út einhverja 100 milljónir króna en það virðist sem að ekkert hafi gerst í þeim efnum, sko. Svo þau liggja bara ennþá á pingjunni. Nú, þá látum við rekstrarreikning loknum. Já. Og dembum okkur yfir í efnahagsreikningin og ég ætla að hafa hann í boði Keldunar í dag. Já. Þar skoðum við alla okkar reikninga. Og mér myndi ekki detta annað til hugar. Svo eru þetta áskriftarleiðin hjá þeim. Já, sem að bjarga okkur. Ég til dæmis var hérna á síðustu stundu að henda Toyotunni inn í þetta. Þannig að það borgaði sig. Þú varst ekki lengi að því. En það hérna, áskriftarleiðin gerir bara fólki kleift að ná í rafrænt yfirlit yfir ársreikninga og þú veist, samanburðin gerir vinnun okkar talsvert auðveldari. Og þetta samanburðartóli náttúrulega líka algjör snillt. Já, og svo ég hendi bara fram og eftir. Verðmæti alltaf í boði Kelduna líka. Já. En ég ætla að láta það vera í boði Lents í dag því hann er svona bílakall. Já, er það? Lents er bílakall. Lents er bílakall? Já, ég held það. Kitty er ekki bílakall, Lents er bílakall. Já, það er svona eitthvað bílalúka á hann. Já. En allavega Keldan, og svo verðum við náttúrulega minnast á fréttaleitina. Þú ert farin að getur hérna sett orð í áskrift ef svo má orðið komast. Já. Ef einhver ný frétt poppar upp og það poppa allar viðskiptafréttir upp á Keldunni. Já, þetta er mjög þægilegt. Það er eitthvað sérstakt orð sem þú vilt fá alltaf tilkynningum eða eins og ég segi, ég er með kauprétti. Það kemur kaupréttur í frétt. Svo er triks að vera með þetta í öllum föllum, nefnifalli, þolfalli, þágufalli, eignafalli. Ok, býtu. Gerir kaupréttur kauprétt frá kauprétti til kauprétts. Þá ertu alltaf að fara að fá. Bara svona pro-tip. Já. En hlutabréf Bed Bath & Beyond hækka 60% þegar skrifa kauprétti. Já. Sér það. En allavega, dembum okkur í efnahagsreikningin og þá byrjum við sem fyrir á eignum félagsins. Og því líkt eignasafn Brimborgar, maður minn, sko. Þau sitja á svakalegu eignasafni. Já. Og eins og þú nefndir hérna áðan. Hér má finna eignir upp á tæpa 14,8 milljarðir. Já, þetta er nokkuð magnað, sko. Já, og þú veist, það er vissulega hækkun upp á 4,5 milljarð frá árinu áður. En það stafar vissulega að mestu leyti að því að þau töldu markaðsverð fasteigna verulega hærra en bókfært verð. Og þá sem sagt taka þau rauninni bókfærðaverðið,
hækka það og færa það til samræmis við áætla markaðsverð. Og þetta eitthvað sem ég fann að sjá núna dálítið í ársendingu 2021 hjá fyrirtækjum. Og það einfaldlega bara vegna þess að fasteignamatið búið að hækka svo sturla mikið. En, þú veist, ok, svo það náttúrulega ekkert nema eðlilegt að bókvært virði fasteigna sé lægra en markaðsvirði, en það það alltaf, þú veist, afskrifað á hverju ári og sumir ársendingar sína, þú veist, bókvært virði fasteignar bara 1 milljón þegar fasteignin virði 40 milljóna, skilur, því að hún búið að afskrifa hann alveg niður. Akkurat. En þú veist, ég veit ekki alveg af hverju þið þurfa að gera þetta, en ég skil það samt sko, því að þú veist, þetta endurspeglar virði eignarinnar, þú veist, þetta í rauninni einhvers konar matsbreyting sem kemur samt ekki í rekstrarreikningum, sko, það kemur í eiginfjáryfirliti, en ekki í rekstrarreikning. Svona matsbreytingar birtast oft í rekstrarreikning hjá fasteignafélögum og sveitafélögum og eitthvað svona. Já, sveitafélögum, Reykjavík. Ég ætlaði bara að segja, ég kann enga góða skýringa á þessu. Nei. Og það nefnilega, það svo misjafnt hvað maður sér hjá félögum, hvort þau séu, bara eins og fasteignafélögin heldur verða að gera þetta út yfir á markaði. Matsbreyting fasteigna tekur hækkun eða lækkun, nær einungis hækkunum. En svo einhvern veginn eins og bara þetta sé sjálfvalið hjá fyrirtækjum, hvort þau gerir þetta eða ekki. Ég samt aðalega bara farin að sjá þetta núna út af, þú veist, og mín helsta kenning bara út af 2021, alltaf hækkaði fasteignamat bara sturlað, sko. Já, ég með aðra kenningu. Ég sá þetta hjá einu litlu svona brass company sem ég spottaði. Og þá ég að velta fyrir mér hvort þetta ef þú ert að endurfjármagna eignina, að þá þarftu náttúrulega að marka hann upp á nýju verði sem að, þú veist, tekur þá með þessu fasteignamati sem að hækka, sko. Það var svona mín pæling. Ef einhver bókari að endurskoðandi að hlusta og má hann eða hún hinn sama sendir á spam@pingan. Já, bara senda á okkur og láta okkur vita. Það væri gaman að læra þetta. Þú veist, hvort þetta sé regla. Við erum hvorki bókarinn í endurskoðandar. Nei. Við erum bara viðskiptafræðingar og fjármálaverkfræðingar. Já. Þannig að við kunum engin frekar deila á þessu. Nei, en þeir allavega, fastegnaðar hjá þeim að hækkum hvað, getur ekki sagt 3 milljarða? 3 hjartar? Eitthvað svoleiðis, sko. 3000 kísukúlur? Já, ég man ekki alveg nákvæmlega, sko, en allavega heildareignir að hækka hvað segir, 4,5 milljarð. Já. Þannig að vörubyrðirna náttúrulega stóraukast þarna á sama tíma, sko. En allavega, fastafjármunni, já, það vissulega rétt líka. En við skulum dempa okkur bara í fastafjármunni. Þar erum við með varanlega rekstrarfjármunni fyrir tæpa 10,1 milljarð. Og þessi varanlegu rekstrarfjármunir, þeir skiptast í fasteignir og lóðir fyrir 8,2 milljarða. Sem talsverð hækkun frá árinu áður. Áhöld tæki og innréttingar fyrir 560 milljónir og svo bifreiðar fyrir 1,3 milljarði. Og athugið að þetta eru ekki bifreiðar sem þau eiga eftir að selja. Heldur bifreiðar sem fyrirtækið á og væntanlega einhverja leigubifreiðar og þess aftar. Sko, bifreiðarnar sem þau eru að fara að selja, það kemur undir byrðir í veltufjármunum. Þetta veitum við. Já. Svo eru veltufjármunir, það eru 4,7 milljarðar. Þetta eru svakalega heldis upp. Ég var að segja, þetta er engin kökupenningar í þessu. Þetta risavaxið. Þetta er engin leikur að tölu lengur. En sko enda líka, ég held að mig chippa því inn að bílamarkaður held ég annar stærsti eignamarkaður í heimi eftir fasteignum. Það málið það? Já, fasteignir, real estate, stærsti eignamarkaður í heiminum, gefur auðvitað. Ég held að Car sé næst stærsti eignamarkaður. Einmitt. Er eitthvað dýrar sem við eigum? Er vopn flokkast það sem eign? Já, en ég myndi halda að það væri stærra án grín, sko. Vopna eign. Já, það kenning. En allavega, sko, af veltufjármunum telja byrðirnar hæst og ég tek strax eftir því að vörubyrðirnar eru rúmlega tvöfaldast á milli ára, 2021 og 2020. Þau hafa stakkað sér vel upp fyrir yfirstandandi framboðsvanda sem að títnefndur sem að núna að herja á bifreiða iðnaðinn. Og ég sé það úr skýrslu stjórnar að það var engin tilviljun. Heldur bara einbeittur ásendingur sem að skilaði sér í tvöfalt meiri söluaukningu hjá Brynborg en á bara bílamarkaðanum sjálfum árið 2021. Akkurat. Þetta er alveg brilljant árangur, sko. Þau hafa hugsað alveg vel fram í tíman hana. Sko, byrðirnar eru upp á 3,7 milljarða. Auðvitað það samt ekki allt bílar, þá það sé nú mestmegni af þeim. 2,4 milljarðar eru bílar, eða bifreiðar. Brynborg lá áramótin á byrðum af bílum upp á 2,4 milljarða takk fyrir.
svo hálfur milljarður í bifreiðum í flutningi. Það svakalegt. Og að vera bara með 500 kísukúlur út á hafi. Þetta þá væntanlega einhverju bílar sem eru bara í einhverjum bátum bara, eða þú veist einhverjum skipum. Bátum, aldrei séð þetta. Herðu, svo það 690 milljónir í varahluti og hjólbörðum og svo restin bara einhver atvinnutæki og aðra byrðir. Einhver hverfandi upphæð. Nú, sko, þá verður gaman að kíkja á velturhraðan á þessu. Það er kannski gott að hafa í huga að þetta ári jukuðu byrðirnar einmitt talsvert, sko, svo það kannski gefur ekki alveg fullkomna mynd á stöðu mála. Látum reyna. Þetta er náttúrulega tekað meðal byrðastöðu milli ára 2020 og 2021. Já, ég með það líka. 2,7. Já, 2,7. Nei. Veltur það byrða 6,4. Nei, meðalstaða byrða er 2,7 Já, ég skilji, já. En það er rétt, 6,4. Ég held að það þyrfti að fara að veita þér aðhaldið. Nei. En veltur það byrða er 6,4 og það gerir sér biðtíma upp á 57 daga. Þannig að þetta er ekkert sérlega langur biðtími, þetta er rétt tæpi 2 mánuðir sem er bara feiki gott held ég. Er þetta normið svona heilt yfir sko í bílabransan? Ef þú tekur gömlu það sem við erum að segja hérna, það tekur að meðaltali 57 daga að selja upp lagerinn, að tæma hann. Basically. Það er svona þessi svona akademiska skilgreining á þessu. Já, þú veist, þau taka bara tunglmánuðinn frá 1. jan. Byrðirna komið inn 1. jan og þú ert að ljúka þessu svona 27. 28. feb hjá þeim. Er það ekki? Jú. Sko, ég ætla að segja, gömlu samúræðarnir, Brynborg, BL, Askja, Hekla, Toyota, þau eru bara að rokka á bilinu 4,4 upp í 6,4. Já, ok, þannig að þetta er svona... Þau eru bara á sama bili. Já, ok, skemmtilegt. Kemur ekki Tesla djúvillin. Anskot. Veltur það byrða hjá honum, eða henni. Það er væntanlega ekkert, það er bara eitthvað... Það er 43. Já, einmitt, grunaði það. Sko, þeir sittið alltaf haust, þannig að biðtími byrða hjá þeim er 8,5, sko. Já, bara einhverjir... dagar, eða þú veist, bara rúm vika. Já, þú veist, þeir eru bara... Þetta er bara tíminn sem það tekur, þau fá hann inn fyrir að tjekka á bara, þú veist, er ekki allt í góðu og svo hringja við bara, herðu, bílinn er kominn. Það er bara biðtíminn. Já, er ekki komin inn að sjálfstýringin? Já, jú, hún virkar samt ekki ennþá, en við rukkuðum fyrir hana, herðu, ok, allt í góðu hérna. Það er gaman að þessu samt. Þetta er eiginlega bara svona, bara nákvæmlega sem maður hefði geta, þú veist, ímynda sér, sko. Eða, þú veist, eftir þú veist, þegar maður fyrir að hugsa þetta módel, sko. Já, auðvitað eru þau með langstiðsta biðtíma, sko. Já, þetta er... Þannig að hér er ásendingurinn að segja okkur eitthvað. Já, klálega. En hinnir, þú veist, þannig að maður bara kom inn á... Þetta er bara svona normið. Það má kannski segja, Askja er með 4,4 en Brynborg 6,4. Þannig að maður hætti ekki bara segja að Brynborg standi sér best, þú veist. Jú, þú veist. Þú vilt hafa þetta svona... Já, ég held að þú viljir ekkert vera að tæma þetta allt of fljótt, sko. Nei. Og svo er þetta líka bara spurning hvernig þú batsar í þessa rándýru sjóflutninga og finnur út af því. Svo er það. En allavega, þetta eru byrðir upp á 3,7 milljarða. Svo er það viðskipta kröfur næst, það eru tæpar 770 milljónir. Og svo handbært fyrir 205 milljónir. Ekkert sérstaklega þung pingja svona hlutfallslega, sko. Nei. Þá alveg fín staða og þetta eru þið búin að vera að spandera í vörubyrðir og fleira, þannig að ég held að, veist, ég hef ekki miklar áhyggjur á þessu. Nei. Til að græða pening, þá verður maður að tapa pening, sagði einhver. Það var reyndar ekki Róbert Wessman, en það var einhver. Já, það er líka gott, þú vorst að eyða pening til að búa til pening. Já. Það er svona annað motto í þessu. Það er aldrei að vita nema að við munum luma á einhverjum slagurum eftir Róbert Wessman næstu vikum. Hann hefur nú komið hérna áður fyrir. Það gæti verið nýjast, það gæti verið innlausnir eru fyrir aumingja. Já. Sást ekki annars bakki hans 94% innlausnir. Já. Sem einhverjum snúning sem ég skildi ekki. En það gæti verið nýtt kód eftir hann. Innlausnir eru fyrir aumingja. En er það þó ekki? Við tökum ekki ábyrgð á því. Nei. En allavega, stórbrotið eignasafn fyrir 14,8 milljarða og við skulum ekki gleyma því að þetta er fjölskyldufyrirtæki, sko. Já. Skulum bara vona að þriðja kynslóðin komist ekki í þetta, sko. Já, þú veist, jú. Eða Hjálmar, ég veit ekki. Eða jafnvel, stundum er það kannski önnur kynslóðin. Já, stætti Jóhann hafi bara séð, ef ég hleypi Hjálmar í þetta, þá er ég bara að brjóta öll breyf. Við erum með dæmi aðra kynslóð sem getur verið stórhættuleg. Það voru Gunnars. Já, systurnar. Það var stórhættuleg önnur kynslóð, sko. Bara signa okkur hérna. En 14,8 milljarðir sem þú veist, þetta er galið eignarsamt, sko. Sko, þegar fólk talar fyrirtæki, þá er þetta yfirleitt að tala einhverja kökupeninga, sko. Já, ég veit, sko. Bara skottast með nokkra milljónir út í bakari að kaupa bakkelsi, sko.
þau eru bara á þeim stað að þau eru að fara að kaupa upp einhverja bakarískeðju sko. Þetta er orðið algjört veldi. Já, þetta er svakalegt sko. Og það má ekki gleyma því að maðurinn kom frá Þórshöfn á Langanes. Já, þetta er rómantísk saga sko. Hann æfði undirskriftina til að fá Daihatsu umbúðið. Fældi ég hvað þetta er krútlegt sko. Þetta er alveg krútlegt. Það er allavega... Þetta er virðingavert. Já, virðingavert, klálega. Við skulum þjóta hérna yfir í skuldahliðina. Eru hérna með langtíma skuldir upp á tæpa 5,7 milljarða sem er auðvitað alveg hellingsupphæð og við sáum það í rekstrarreikningnum að vaxtagjöld Brynborgar eru bara nóg til að brauðfæða heilt sveitafélag sko. 530 milljónir. Sko stærstur hluti af þessum langtíma skuldum er skuld við lánastofnun. Það er hérna upp á tæpa 3,8 milljarða. Já, Binni liggur á þeim. Já, hann er andar hún í hálsmálið á þeim hérna að því verið sko. En hérna, svo er kaupleigusamningur fyrir 950 milljónir, tekjuskattskuldbinding fyrir 800 milljónir og svo aðra skuldbindingar fyrir 150 hérna kísukúlur. Já. Sko, svo er það skammtíma skuldir, þær eru samtalsinn að rúmir 5 milljarðar. Og ekki nema. Sko viðskiptaskuldir, aðra skammtíma skuldir og skuldir við lánastofnunir er svona bera hæst þar sko. Hvað skuldum við kreditkortið? Það eru 5 milljarðar. Þú veist, þetta eru náttúrulega stærstu hluti viðskiptaskuldir eðlilega. Þetta er ekki kreditkort sem að hangir inni á milli milli mánaðamóta áramót sko. Þú veist, ég nenni ekkert að fara frekar í, mér finnst það leiðilegt en þið vitið samt öll á hverju ég hef áhuga á þegar kemur að skammtíma skuldum. Og það er að sjálfsögðu að sjá hvort fyrirtæki sé hreinlega bara í stakk búið til að greiða af þessum skammtíma skuldum ef til óefnis kæmi sko. Já, akkurat. Og þá skulum við skoða veltufjárhlutfalli fyrst. Og það er veltufjármunir deilt með skammtíma skuldum. Það er hlutfallum á 0,94. Akkurat. Sem er svona á mörkunum. Við viljum þú vilt vera yfir einu. Við viljum að sjálfsögðu hafa það yfir ásnum sko. En sko, svo er það lausafjárhlutfall og þá erum við búin að taka byrðirnar út úr dæminu og það gefur okkur hlutfall 0,2. Það líst mér auðvitað bara alls ekki nægilega vel á. En byrðir eru náttúrulega gífurlega stór hluti af veltufjármunum hjá þeim. Einhverjir 3,7 milljarðar og geta verið torseldar en þú veist, aftur á móti hér þá er nægilega eftirspurn eftir bílum þessa mundir sko. Og biðtíminn hjá þeim er tiltölulega stuttur þannig ég held að ég fyrirgefi þetta alveg sko. Þú veist, 0,2 við viljum auðvitað sjá það herra. En eins og ég segi lagerinn er ekkert það torseldur held ég. Veist, það er alltaf hægt að selja bíla í dag sko. Býtu nú fer sá óábyrg í gang. Já þú veist, byrðir náttúrulega er ekki inn í lausafjárhlutfallinu sko. Já, erum við ekki að taka bara hérna skammtíma skuldirnar 5 milljarðar og deila með meðalverð á nýjum bílhæðum. Ég held að það væri, við töluðum 66 gráður norður í síðustu viku. Þar var klálega lausafjárhlutfall betra til þess fallið að dæma út frá skammtíma greiðsluhæfi. Ég held að veltufjárhlutfall væri klálega betri metrik hérna að horfa á. Svona til að meta skammtíma greiðsluhæfi hjá þeim sko. Og það er 0,94 og þú veist, ég fyrirgefi þetta. Ef ég er eitthvað skít í heiði hérna og einhver bókari vill leiðrétta mig endur skoðandi þá bara hafið samband. Ég held að ég ætli bara að fara að hringi í þig og spyrja hver skeiti heilan á það sko. En hérna, herri, svo er reyndar gaman að minnast á það samkvæmt hérna skýrslu stjórnar. Þá voru 1300 nýjir einkabílar nýskráðir hjá Brynborgar 2021 sem er 65,2% vöxtur frá fyrra ári. Og það gerði Brynborgar næststærsta umboði á einkabílamarkaði með 19,6% hlutdeild, takk fyrir. Og þú veist, og þetta er ástæðan fyrir ég hef ekki áhyggjur af þessari háu byrðaspilinu. Nei, og bara eins og ég kom inn á hann, þau eru næststærst. En okkur var sagt það í stjórnin, í skýrslu stjórnar. Ég segi það. Það er allavega skuldir, samtals 10,7 milljarðar sem gerir 72,4% skuldahlutfall. Vilt þú fara eitthvað yfir veltufjár eða lausafjárhlutfall hjá hinum? Sko, eins og ég var að segja það, ég hef engan sérstakann áhuga á þessu lausafjárhlutfalli. Nei, þú ert ekki svona sami perri eins og ég. Nei, og ég líka sko, þegar ég reyna að taka mig á einu stað, þá bara drulla upp á baka á hinum. Og ég sem sagt nýlega nýlega er ég byrjaður að vera með meðalstöðubyrða til þess að vera með velturhraðan réttan. Og það riðla þá lausafjárhlutfallinu á mér á móti sko. Taktu bara hérna veltufjárhlutfallinu. Ég held að það sé betri metrik hérna því að þú veist þessa mundir því að bílar eru að mókast út sko. Og ég taka hérna bara miðgildið eða. Nei, þú veist þeir eru einu undir einum. Brynborg. Þeir eru einu undir einum. Og þegar ég segi bílar eru að mókast út, það er kannski ekki alveg rétt orðið, það er auðvelt að selja þá í dag. Já. Fyrir rétt verð. Þannig að bara ef ég rúli yfir þetta, nú er ég bara talna blindur hérna sem er ekki gott í þessum þætti. Þannig er þetta BL er 2,17, Askja 1,43, Tesla 1,2, Hekla 1,7, Toyota 2,26. Já, þannig að þau virðast
Brynborg standa verst hvað þetta varðar. Já, og í rauninni ef ég tek hérna meðalstöðu byrða og deili með mínusbyrðir bla bla bla, þannig við fáum lausafjárhlutfallið, þá eru þeir öll undir einum eða við ásinn, sko. Þannig að ég held að þetta sé góð athugun hjá þeir með að mögulega eigi þetta ekki alveg jafn sterkt við þarna, því að þetta er svo hrottalegar upphæðir bundnar í þessu, í hverri byrgð. Hverri byrgð. Já. En allavega, já, þetta er 72,4% skuldahlutfall. Hvernig er þetta heilt yfir? Þú varst með einhver skuldahlutfall líka? Jú, passar. Skuldahlutfall 72, Tesla hæstir 78. Lægstir eru hérna BL og Toyota 40 og 41%. Þannig að þau eru komið góða eiginfjárstóð þarna í reksturinn. Já. Og ég reynda var ekkert að kíkja á það hvort að menn væri eitthvað farnir að pumpa út eða hvort að menn væri að pumpa út, sko. Nei, það er svo sem ekkert í þínu verkahring. Þú getur bara kíkt á það sjálft ef það hefur áhuga á því. Já, akkurat. En allavega 72,4% skuldahlutfall hjá Brynborg, þú veist, það er allt í góðu þanniglega. Ég meina, stór batna náttúrulega á milli ára í ljósi sko uppfærslu á verið fasteignanna, vissulega, sko. Þeir voru skuldaherri, sko. En þú veist, þetta er í rauninni hið raunverulega skuldahlutfall þá. Því að þú veist, virði eignana er orðið í rauninni raunverulegt núna í reikningnum. Já, það ætti að vera það. Já. Svo er bara gaman að vita hvort að Caldano liggja á svona félögum og reyna að riðlast á þeim eins og einhverjum Barillostöngum að komast í eigninar, sko. Já, kíkja á þetta. Já. En hérna, herðu, þá er það eigið fé, það er nú ekki langt hérna frekar en fyrir daginn. Það er þessi sérstakki endurmatsreikningur, það er hans stærstur 3,5 milljarðar. Og þetta er það sem ég talaði um að það byrtist, matsbreytingin byrtist í eiginfjáryfirlitinu, ekki í rekstrarreikningnum. Ég hef endurmetið mína upplifun af þessum rekstrarlið og hún er svo sama. Mér er skítsama hvað þetta. Ok, þér er allan að sama. Já. En þetta er sem sagt, sko, þetta er þessi matsbreyting á fasteignunum, hún fellur basically þarna undir, bara undir eigið fé. Já, akkurat. Endurmetið. Já, nú, sko... Hérna, svo er það óráðstafað eigið fé. Þetta ár hérna 2021 rífaði þessu upp úr ójöfnuðu tapi og upp í jákvætt óráðstafað eigið fé. Upp á 233 milljónir. Þau voru með neikvætt eigið fé? Þau voru með neikvætt, eða sko neikvætt óráðstafað eigið fé. Já. Þau voru að tapa náttúrulega 2018, 19 og 20 og voru þar leiðandi komin hérna í ójafna tap sem að ég er auðvitað ekki hrifinn af, en þau eru að koma sterkt tilbaka. Þannig að það er allt gott og vel. En svo að lokum þá er það bara hlutafé hérna fyrir 212 milljónir og svo lögbundi varasjóður fyrir 53 milljónir, gamla góða tuggan. Og þar með er það bara upptalið. Eigið fé upp á tæpan 4,1 milljarð. Og þá er þetta eiginlega bara komið og bara svona til að draga þetta saman, svona léttir samantæktar, þá er þetta náttúrulega bara alveg auðvitað reisa anskotans batteri, þessi Brynborg. Já. Þannig eru eigið fyrir 14,8 milljarða. Ég meina, þú veist, eins og ég nefndi á hann, þetta er ekki í eigu einhverja félaga eða sjóða eða neitt, þetta er bara á kennitölum fjölskyldunar, skilur. Þetta er bara stráng heiðalegt fjölskyldu fyrirtæki eins og það gerist best, sko. Það geti ekki verið á markaði, eða? Já, þú veist, upphæðirnar eru... Já, ég sér það að Vodafone velti hvað, 21 eða sín? Já, hvað er minnsta félag á markaði? Ég held að Vodafone, eða Nova, hvað velti Nova? 18, 20? Manna það ekki. Þú veist, þetta er bara á því kaliberi, þau eru bæði á markaði. Já, algjörlega. Ég meina, Brynborg gæti alveg skráð, þú veist, það var allavega það var rík stóð fyrir því, það morðað þannig. Já. En sko ég hef náttúrulega allra mestar áhyggjur á því að hlaupi þriðju kynslóðinni inn í batteríi, sko. Já, bara. Og skulum bara vona marka með þetta fyrst. Þá fara þau að selja þetta bara í einhverja sjóði. Já, reynda, þá er þetta búið. Já. En allavega, já, bara samantektin svona komin, þetta er bara nokkuð flott hjá þeim. Ég hef engar stökustu áhyggjur af þessu. Nei. Svo ég segi, þau eru búin að stakka sig upp af byrðum. Og þú veist, virðast vera að rúlla þessu út nokkuð fljótt, sko. Þannig að þetta er bara flott og ég held að þau eigi bara hróskilið og eigandinn, stofnandinn Jóhann, bara fyrir að vera alvöru hugsjónamaður, sko. Já, klárt. Það eru bara hugsjónamenn sem skrifa undirskriftina sína 2000 sinnum. Til að æfa hana. Já. Rosalegt. En samantektin, hún var í boði Payday. Já. Og við höfum verið að fá fyrirspurnir um kóðan. Já, sem við höfum rætt og sko við þurfum að pinna hann bara efst í deep into pingjan til að fólk, því að það kom kommentum daginn, sælir þeir seldu með Payday, hvar er linkurinn? Já. Og sem sagt kóðinn, það þarf að smetla á linkin til að fá kóðan. Já.
og þið finnið út úr þessu, við ætlum að pinna hann bara efst í grúpunni, þannig að vita því. En annars Payday, þetta er náttúrulega bara galdratól fyrir einyrkja, lítil og meðastór fyrirtæki og bara hefur einfalda líf mitt það mikið að ég á erfitt með að útskýra. Þetta er bara meiri tími fyrir það sem skiptir máli. Nákvæmlega. Já, eins og stendur á síðunni. Og, þeir eru með að segja, ég held að fólk ætti að kíkja inn á payday.is núna. Við þurfum að tala við Bjössum að koma okkur í umsagnir. Já. En hérna sé ég eitt færasta ljósmyndara landsins, Marino Flóent, hann er að nota Payday. Já. Það er bara allir að nota Payday. Já. Fer ekki nýn eitt annan núna. Þetta er hrottalegum vexti. Já, og líka bara afslátturinn sem þú færð við stofnun, skilur. Ég held sagt í þætti fyrir svona 1,5 mánuði að væri 2700 ánægðir notendur. Nei, 3700. Já. Komið í 4200. Þetta er pingju-effekt. Já, ég held það. Án gríns. Það eru allir að skrá sig. Já. Og það eru allir að hlusta. Ef þú ert að hugsa að braska, ef þú ert að braska, ef þú ert einyrki, ef þú ert með lítið fyrirtæki, ef þú ert með meðalstórt fyrirtæki, þá ættir að vera að fara í Payday núna. Algjörlega. Payday, kæra þakkir. Það er heiður að fá að vinna með ykkur. Já. En annars bara, er þetta ekki svona nokkurn veginn upp? Jú, þú varst með eitthvað smá djús. Ekki beint, ég svolítið, við getum hent smá eplaedik í sultuna til að fá smá meiri sýru, ekki bara sykur. En Já, algjörlega. Ég ætlaði náttúrulega að vera með bara samantæktin í lokin, en ég er svona sveimhugi, þannig ég var bara stökkvinn eins og ég gat, Það er kannski að ég kom með 2 hlutum að. Hvort viltu hlutin sem að þér er illa við fyrst? Alltaf illa bestu aflókið. Já, þá ætlaði ég bara að hendi verðmati í bóði Lens, því að hann er bílakall. Og ég kom ekki nálægt þessu, Lensarinn bara... Nei, ég er að tjóka. Þetta hendi verðmati. Já. Anskotans heitasta helviti. EBITDA sinnum 7. Já, þetta er bara 14 milljarðar. Já, 14,6 milljarðar. Já, bara 1 sinnum tekjur félagsins. Já. Nei, 7 sinnum EBITDA. Já, nei, 0,7 sinnum eða eitthvað, 0,6. Ekki einu sinni, Nei. Þar á eftir erum við með Toyota á Íslandi með 10,1 og ég ætla að beða þá afsökunar. Þegar ég var að rúlla yfir EBITun aðan, þá var ég með 2020-reikningin. 21 reikningurum var kominn. Þeir eru nefnilega með 11,9% EBITDA-hlutfall, hæstir í bransan. Já, það er svona. Þannig að þeir eru inn í afsökunarbeðinni. Leiðrétting. Yes. Kannski þar á eftir BOL 9,5 og Askja 8,6, þú veist. Þetta er bara svona, setja þetta í samhengi. Já, emitt. Miðað við EBITu og síðasta rekstrar ár, þá er... Þetta er fjárfestingaráðgjöf, eða ekki? Þetta er fjárfestingaráðgjöf að minni hálfu. Ég myndi treysta með fullsölu. Hér er búið að verðmeta eftir... Og ég mun fara í mína útreikninga með Hjálmar Örni á 5. ef hann mætir. Já, flott. Þetta er í rauninni, þú ert að meta þetta í rauninni á sama virði og eignirnar. Já, þetta er í rauninni metið bara á punktstöðu eigna. Já, punktstöðu eigna, 7 sinnum EBITDA. Það kemur allt heim og saman. Já, akkurat. Þá er það sem þú hefur gaman að. Já. Út af því að við spóluðum yfir það. Já. Tekið på starfsmann. Já, í boði Payday. Já. Og það er nefnilega staðan er þessi. Við höfum ekki séð svona háar tölur áður. Hvað er að hæsta fram að þessa þætti? Ég er 90, 100. Mástu, Ölgerðin var að príla helviti hátt. Já, var það ekki eitthvað í kringum 100? Jú, Andri mætti hérna bara nánast prjónaði yfir sig, hann var svo hár sko. Emitt. En hæsta tala sem ég hef séð, tekið på starfsmann, er nýji samúræðin okkar, Tesla, með 13 starfsmenn, 8 milljarðar veltu, 617 miljónir á kjaft. Þetta er sko alveg svo, þetta er svo langt umfram það sem við höfum séð sko. Þeir eru með einhver ný Kensæ-sverð að skera melónur og appelsínur hérna. Þetta er heldur bara 6-falt það sem við höfum séð. Já, og það er bara akkurat staðan. Tesla maður. Já, það sem að kemur síðan á eftir, og hérna enn og aftur eru dottnir í eitthvað starfskildi, ásverk, bla bla. Ég eiginlega kaupið ekki Toyota með 39 starfsmenn, velti 12 miljónum. Ef við tökum sko Heklu til samanburðar sem velti 13, þá er þeir með 118. Þannig að sko Toyota eru næst hæstir. Hvernig er Brynborg með 226? Er þetta í alveg svona risa batterið? Já, en þeir velta líka 2 sinnum meira líka við sko. En sko að við horfum á Heklu og Toyota hlið við hlið. Toyota með 39 starfsmenn. Já, þá eiginlega bara, þetta er mjög erfitt að þú veist, ég ætla ekki að kalla bullshit, því að það er alltaf þetta ársverk, stöðugildi, bla bla. En þeir eru þá næst hæsti með 313 miljónir eða kísukúlur. Og það er held ég bara næst hæsta sem við séð og við okkur, þú veist, þú ert ekki einu svona að lyfta augabrúnum yfir, sko. Þú ert bara, Tesla er 617.
En bara hann hefur gefið Brynborg sjátátti. Þeir eru með 101 sem að... Já, sem bara samt með því besta sem við séð. Það virðist vera sem að bílabransin sé að, einmitt, eins og þú sér að launakostnaðurinn, bara hlutfallið rosalega lágt með við tekjur. Já. Alls staðar, sko. Enda náttúrulega helvíti dýra reyningar sem fólk... Já, ég er að segja það. Það er ekki eins og þú setja að vesla mjólk. Nei, akkurat. Og ert að kaupa þér bifrið. Veistu meðalverðið á Tesla það? Er það 6 milljónir? 5 og 5? Ég held að, já, eina sem ég veit er að þú getur selt hana dýrar og þú keyptir hana fyrir svona 2 árum, 3. Já, það er að bílað á þessum markaði í dag, sko. Það er meira inn á Ninja-markaðin, sko. En notaði bílar hafa hækkað í verði. Já, algjörlega. Ég meina, ég veslaði af Ninja Sala, sko, fyrir tæpu ári. Ég get selt hann dýrar núna, sko. Já, alltaf að græða. Alltaf að græða. Svo fór reyndar eitthvað í viðhald og eitthvað til að djúsa upp. Já, við skulum ekki koma inn á það núna. Þessa bíltík. Má segja það í... Drullast í gang bíltík. Bíltík. Nei, herriði, ég held að þetta sé þá bara komið gott hjá okkur í dag. Bróðinu flottir held ég. Ég held það. Og við bara þökkum fyrir hlustunum og viljum kannski minna aftur á Deep Into Pingjan. Já, og líka bara að þú ert að hlusta í einhverju tæki sem að við kunnustu eins og Spotify eða Apple eða að það er að íta á follow og gefa rating. Við vorum að skrifa 200 umsagnar og við munum ekki hætta fyrir við fáum 300. Já, 1000. 1000? Já, ég fer ekki að sofa fyrir við fáum 1000. Já, ég vil fá 1% af þjóðinni, 3000. Ok. Hættum ekki fyrir við fáum 3000 reviews. Ég segi það. Þá þökkum við kærlega fyrir í dag. Og á fimmtudaginn, föstudagskaffinu, þá fáum við ástsælustu Ninja Sala landsins. Algjörlega. Kæra þakkir. Takk og bye.